Haukarnir mættust á Akureyri. Flestir byggust við sigri gestanna en annað kom á daginn. Norðanmenn voru töluvert sterkari og lönduðu örugum sigri. Frábær byrjun KA í Ólís-deildinni. Afturhelding hafði ekki tapað á heimavelli og IBVF ekki unnið á útivelli þegar liðin mættust í Mosfellsbænum. Eyjamenn unnu með 1 marki en sigurinn var öruggari en tölurnar gáfu til kynna. Þór og HK léku einnig á Akureyri. Kópavogsliðið var betri aðilinn á öllum vígstöðum og stórsigur staðreynd. HK hefur unnið 3 leiki í röð en Þórsarar hafa bognað undanfarið eftir ágæta byrjun. Stjarnan var engin fyrirstaða fyrir fyrrdasterkt lið Hauka. Það var öllum ljóst frá byrjum í hvað stefndi. 7. sigur Hauka staðreynd og þeir tróna einir á toppnum. Það hefur verið á brattan að sækja fyrir Íslands og bikarmeistara Fram upp á síðkastið. Íringar veittu þeim hins vegar enga keppni og Fram aftur komið á sigurbraut en IR situr á botninum án sigurs. FH-ingar fóru á Selfoss með aðeins 1 stig í síðustu 3 leikjum. Hafnarfjarðarliðið reif sig í gang og Selfoss átti fá svör. Örugur sigur FH. Já, það var kannski ekki mikið af háspennuleikjum í þessari umferð eins og þetta hefur verið hjá okkur. Svona flest allt, kannski ekki endilega eftir bókinni, en sáum auðvitað þennan flotta Eyjasigur, örugur sigur hjá Haukunum og þessi stórsigur HK á Þór. Haukarnir tróna á toppnum, 12 stig, Afturhelding KA 10, Valur IBVF 8 og síðan sjáum við það að IR-ingar aðeins með 1 stig.